þegar ég að leita að efni, annars vegar þá fer ég bara á einhver ákveðna staði til að mynda hér innanlands. Ég var í Vestmannaeyjum í viku kringum hvítasununa, fekk efni 14 sögur. Annars við að leita að efni svona, já, og hins vegar þá ferðast ég bara aftur í tíman í huganum til að leita að einhverjum senum, eins og til að mynda með söguna kynjaskipti. Mér fannst þetta að vera svo mikið neisti í sögu sem líka svona ákveðin pólitísk og til að sýna fram á hvað þetta fjarstæðukennt. Þannig ég nú jafnréttissinni, en ég ég gef mig ekkert út fyrir að skrifa opinberlega það, heldur kem ég að bara í sögu. Þannig að þessi saga, hún dálítið pólitísk. Já, hún það. Og þetta nokkrar sögur. Ég vinn sumar sögur alveg gagngert fyrir náttúruverndar sjónarmið. Nú ég komin út eins og ég segi með 15 bækur, 16 á leiðinni og ég að velta fyrir mér efni í 17. bókina fyrir haustið 2017 og ekki nóg með það, búið að þýða sögurnar minni yfir á 9 tungumál, meðal annars Inuit tungumál Grænlendinga og nú fara þær bara út allan heim. Þú ert í raun búin að skrifa eina bók á ári frá því að þú byrjaðir að skrifa? Já. Árið 2. Ég byrja, og það svo dálítið athyglivert með þetta allt saman, að ég miðaldra og fyrsta bókin mín sem kemur út, hún kemur út í byrjun nýrrar aldar, 2001. Þannig, sumir myndu kannski halda nú, hans Ármann sniðugur einhvern veginn að byrja svona og þetta, en þetta bara allt meðvita sjáðu til, alveg eins og að byrja að skrifa. Ég á þeirri skoðun í dag að við ráðum ekki fyrir foreldrar okkar hvar við fæðumst og á hvaða öld. Við getum ráðið töluvert framvindu lífsins, töluvert mikið, en þá erum við mishæf til þess. Og svo í þriðja lagi eins og að sé eitthvað sem að óútskýranlegt. Þið vitið, það koma upp einhverjar aðstæður og ég hugsa þið eflaust eftir að kynast þessu í ykkar lífi. Það eins og aðstæðurnar raðist einhvern veginn, eins og í mínu tilfelli, það raðast svo sérkennilegar aðstæður og það verður svartur mánudagur, allir viðskiptavini ætlar að sækja sína fjármuni og það verður bara hrun. Þetta var ekkert fyrir séð. Sérstaklega að mér hafi tekist að skrifa sjálfsæfilega sögu sem þá í raun og veru þá áratugur í lífi mínu, þessi viðskipta áratugur. Ég tek þá fyrir og það frekar óvenjulegt í sjálfsæfisögu að menn að taka fyrir svona 1 áratug. Og það hefur enginn skrifað sjálfsæfisögulegt efni í vinjettum. Þannig að hver saga sjálfstæð, en þær tengjast allar frá upphafi til enda og ég raða þeim eftir tímaröð. En hver var samt fyrsta vinna þín? Manstu? Já, heldur betur, sem hefur nú reynst mér vel allar götur síðan, að bera út póst. Á sumrin. Og á ég segja ykkur af hverju. Í fyrsta lagi þá þurfti ég að skipuleggja mig. Þú veist, fara með póstinn í ákveði hverfi og ég þurfti að ljúka ákveðnum tíma. Og það kallar á ákveðna skipulagða hugsun. Bæði að sortera póstinn og síðan að bera hann út. Ég var nú að vísu alltaf á hjóli, þannig að ég var nokkuð fljótur að bera út. Og í öðru lagi að þetta var auðvitað á sumri til, að þá var ég að bera út svo mikið, í þá dag var svo mikið postkortum. Og ég skoðaði þetta myndirnar á postkortunum, þannig ég fekk innsýn inn í raun og veru flest lönd í heiminum. Og læriðist út af fyrir sér landafræði líka. Þannig að þetta hefur komið sér þetta ákaflega vel. Skipulagshæfileikinn, ég er mjög skipulagður, og líka áhuga á sögu og svo í talingum landafræði. Hvað varstu gamall? Þetta var fermingarárið mitt, ég var á 14. ári. Ég bar út póst 5 sumur. Allt getur orðið að sögu. Og það var sólmyrkvi hérna í mars.
Ég bara horfði á hann hérna út gluggann og það bara ekkert annað en það mér fannst þetta eitthvað svo magnað að ég hugsaði með mér auðvitað skrifa ég sögu sem og ég gerði og svo þegar ég var að lesa prófverkinu núna, ég legg alltaf sögunum í nokkra mánuði þið vitið og kem svo að þeim aftur. Svo var ég að lesa prófverkalestunum daginn og hugsaði með mér, ég verði að hringja hann Sæmund hérna stjörnufræðing. Þið vitið hvað hann er. Og já, hann kemur svo oft fram í fjölmiðlum út af stjörnufræðum. Ég þekkti hann ekki nokkuð skapaðan hlut. Ég hringdi í hann, kynnti mig og sagði við hann hvort ég mætti lesa söguna fyrir hann til þess að sko það sé rétt sem ég lýsi stjörnufræðilega séð. Því að það er svo leiðinlegt, þið vitið, stjörnufræðingar fyrir að segja að það er ömurlegt að lesa sögurnar hans Ármanns, hann hérna segir svo rangt frá, sko, að því ég er að lýsa þið vitið sko stjörnufræði. Og ég las söguna fyrir hann og hann var svo ánægður og sagði að enga athugasemd. Og ég var bara þakklátur fyrir það. En ég skrif ekki glæpasögur. Nei. Ég ætla mér ekkert að verða frægur glæpasagnahöfundur eða einhver bestseller eða eitthvað. Ég er ekkert inn á þeirri línu. Nei. Hvað var til þess að þú svona kannski breyttir að þessum viðhorf þarna árið 2000? Já, þetta er náttúrulega löng saga. Ég er hérna menntaður sko í viðskiptum. Já. Og var í námi í London School of Foreign Trade og London School of Economics og ég bjó í Baker Street í hjarta Lundúna, sömu götu og Sherlock Holmes hafði sína praxis. Já. Þannig að hérna ég auðvitað fyrir utan námið og þá tók ég bara virkan þátt í menningarlífi borgarinnar og þannig að það hefur nýst mér vel allar götur síðan. Og svo þegar ég kem heim 1982 þá stofnaði ég, þá vorum við áratugum eftir í fjármálaviðskiptum í Íslandi. Þetta var bara fáránlegt. Og ég hugsaði með mér, ég get ekki farið aftur í tíman, heldur verði ég bara að koma með eitthvað eins og eðlilegt er í viðskiptum á Vesturlöndum. Stofnaði fyrirtæki ávöxtun og allt það og það auðvitað, ég gerði nú alla bankamenn þeirra tíma og stjórnmálum vittlausa því þeir auðvitað vildi ekki breytingar. Og við lendum í ákveðnum erfiðleikum líka og það enda með því að hérna, það er bara að fara í fjölmiðla með þetta og enda með því fyrirtækja samsteypan var nánast lögð í rúst og einni nóttu. Ég skal hérna gefa eintak af sjálfsæfisögu bókinu minni sem þetta portrett þarna er mynd af. Og þetta eiginlega bara gerir svona rætt og þetta er náttúrulega gríðarlegt áfall og þið vitu öll þessi fjölmiðla umfjöllun og allt svona neikvætt. Ég var nú bara alveg dregin í svaðis opinberlega, þekkti viðskiptafrömuður. Og þið vitu, og ég er sjálfstæður atvinnurekandi líka og ég hef alltaf, ég er þannig að ég þarf að vinna úr mínum hugmyndum. Ég get ekki verið í starfi hjá öðrum. Enda hef ég ekki fengið starfið mitt hæfi. Nei. Og þið vitið, og svo gengi ég nú í gegnum þetta er eiginlega 5 ára tímabil sem ég lýsi mjög vel í sögunum mínum í sjálfsæfisögulegu bókinni. Og eins og ég segi, ég vann bara úr þetta út af gríðarlegt áfall, ég vann úr því og svo einhvern veginn kemur það í ljós að hérna, eina leiðin í raun og veru til þess að leiðrétta þetta allt saman því að það er svo ofta öllu snúið við einhvern veginn fyrir manni og ég gat aldrei sagt orð. Það voru aðrir sem voru alltaf að fjalla mig og mín mál. Og einhvern tíma þegar ég satt svona álfhól í Breiðafirðinum þá bara heyri ég svona rödd segja Ármann, það eina sem þú getur leiðrétt málið með það er að skrifa sögur. Og ég hef þetta aldrei dottið það í hug. Og svo liðu nokkur ár, 7 ár og þá bara gerist þetta svona. Og
þá áttaði mig á því að þessi rödd, þú veist, stundum eins og maður heyri einhverja raddir, ég vil taka fram að þetta mjög óalgengt hjá mér, að það eins og þetta eitthvað að hluta til eins og sé verið að grípa í lífið, sko. Og eftir ég fór að skrifa, að þá helgaði ég mér ritstörfum. Það má eiginlega segja það, að hefði ég ekki orðið fyrir þessu áfalli með ávöxtunarrunnið, að þá hefði ég líklegast aldrei farið að skrifa og kynna þjóðinni vinjettur. Þannig og það ekkert óþekkt í sögu listamanna að það verða einhverjir atburðir til þess að þeir kveiki á listrænum neista í sér. Þið vitið að mikilsverðast í lífinu, það að finna út hvar maður hefur hæfileikana til að nýta. Þetta fær maður bara í fínustu antikverslunum í Lundunum, sko. Ég er búin að láta minjavörð skoða þetta. Já. Þetta keypti ég nú að Fordsala í Egyptalandi og ég áttaði mig ekkert á því. Fyrir mörgum ára seinna hefði ég verið tekinn úr tollunum og þá hefði ég bara farið í fangelsi. Já, ok. Já, þú ert Það muni ekki eftir Íslendingnum. Jú, sem að fór með. Ég bara krossaði mig bak og fyrir, sko. Þetta var bara þekkingarleysi mitt, sko. Ég geti verið alveg í heilan dag að segja ykkur sögu og glerskáp. Sjáu þið hérna ylvarsglasið og málað innan. Grænlandi, Japan, Kína hérna og algjört listaverk skumgjörðin úr eðalmálmum. Já. Svo var þetta látið liggja á brjósti eins liðna. Og svo hefur þetta verið að grafa þetta upp og þetta alveg típisk svona grátkrús.